Þá komið að þriðja lið á dagskrá, það Hafnarstræti 80 og Austurbrú 10-12. Til máls tekur bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér lagður fram liður 7 í fundargerð skipulagsráðs frá 27. ágúst síðastliðnum, en þar var lagt fram minnisblað þar sem sett fram tillaga að útfærslu á hugmyndasamkeppni lóðirnar Austurbrú 10-12 og Hafnarstræti 80. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að auglýsa lóðirnar í samræmi við útfærslu sem fram kemur í minnisblaðinu. Jafnframt leggur skipulagsráð til að gatnagerðargjald af lóðinu verði 10% af grunni gatnagerðargjalds. Óhætt að segja að þær lóðir sem hér eru til umfjöllunar eigi sér nokkuð langa sögu, en deiliskipulag vegna reitsins var samþykkt á árinu 2012. Árabil hefur staðið til að byggja á þessum reitum annars vegar íbúðarhúsnæði á Austurbrúarlóðinni og hótel á lóðinni Hafnarstræti 80. En ekkert varð að þeim áformum og nú hefur lóðunum verið skilað. Í gildandi deiliskipulagi svæðisins gert ráð fyrir að byggja megi íbúðarhúsnæði alltaf 2744 fermetra á lóðinni Austurbrú og á Hafnarstrætslóðinni gert ráð fyrir að byggja megi 5910 fermetra hótel. Skipulagsráð hefur fjallað málið og tillaga sem hér sett fram á þá leið að auglýst verði eftir þróunaraðilum um uppbyggingu á lóðunum. Gert ráð fyrir að hægt verði að gera breytingar á skipulagi til þess að koma til móts við hugmyndi þróunaraðila uppbygginguna. Þróunaraðilar eru ekki bundnir af núverandi skipulagi hvað varðar tegund húsnæðis, en almennt skal leysa bílastæðistörf innan lóðar til að mynda með gerð bílastæðiskjallara. Þá einnig gert ráð fyrir að skilmálar fjölda hæða verði óbreyttir. Lögð verði sú lína að hér verði blandaða byggð, íbúða, verslunar og þjónustu og byggingarnar taki mið af yfirbragði aðliggjandi byggðar. Þetta það sem kemur fram á minnisblaðinu. Skipulagsráð gerir að tillögu sinni að gatnagerðargjald á lóðunum verði 10% af grunni gatnagerðargjalds. Samkvæmt gildandi gjaldskrá gatnagerðargjald vegna íbúða af fjölbýli 5% og 7,5% af verslunar og skrifstofuhúsnæði. Þó getur bæjarstjórn ákveðið að af tilteknum lóðum í miðbæ, þar sem gert sérstakt átak til uppbyggingar, verði gatnagerðargjald alltaf 15% af byggingarkostnaði, fermetra vísitöluhúsnæði fjölbýlis. Tillaga skipulagsráðs 10% gatnagerðargjald byggð á þessari heimild. Leggja til við bæjarstjórn að tillaga skipulagsráðs að auglýsa lóðirnar í samræmi við útfærslu og að 10% gatnagerðargjald verði samþykkt. Takk. Það bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, orðið laust. Sem enginn hefur næst til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég langar bara rétt að koma hér upp og fagna því að þessa lóðir skuli vera auglýstar enn á ný og vonandi fáum við einhverja skemmtilega hugmynd út úr þessu. Ég hafði pínu áhyggjur af því að í þeim miðbæjarhóp sem að ég starfa í að þar voru orðnar uppi pælingar að gera þetta bílastæði og það hugnaðist mér enga megin. Þetta eru mjög álitlega lóðir til uppbyggingar og væri synd að taka þetta undir bílastæði. Þannig að ég fagna þessu mjög og vonandi fáum við eitthvað skemmtilegt þarna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu. Ég ætla að biðja varaforseta að taka við stjórn og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla bara að koma upp og fagna þessu sömuleiðis. Ég hef búin að bíða eftir að þessar lóðir yrðu auglýstar sem fyrst og bara mjög ánægð með að þessi komna núna til auglýsingar og hvet skipulagsráð í að ég klára þessi skipulag sem við erum með til dæmis í kringum íþróttasvæðið og Skarðshlíðina að fara að koma því í auglýsingu og láta ekki stoppa sig þar. Bæjarfulltrúi Hallabjörg Reynisdóttir hefur lokið máli sínu og færi aftur stjórn fundarins. Takk fyrir það. Það þeir sem geta samþykkt að setja þessar lóðir í auglýsingu með 10% gatnagerðargjaldi gefið merki. Það eru 11, takk fyrir það.